En að því að Jón, þú vísar til þess í dag í viðtölum og svo sem talað það að þetta séu þetta ekkert eins og þið séuð að fara að slá upp fyrir virkjunum. Þetta eitthvað að fara í umhverfismat og ef af þessu verði og þetta sé svona úrlausnirnar séu eitthvað sem eiga að fara í gegnum umhverfismat. En sko, þá lítur maður að velta fyrir sér, jafnvel þó að það verði, umhverfismati sé eftir, þá mun það aldrei verða til þess að stoppa það hvort að virkjunum verði byggð eða ekki. Og þar kemur bara strangt og mikið ferli og það getur alveg leitt af sér þá niðurstöðu að það verði ekki virkjað. En hvaðan kemur svo niðurstaða? Já, hún kemur þá væntanlega úr umhverfismati og ef að umhverfismati... Já, Jón, ég ætla að stoppa þess núna. Nefndu mér eitt umhverfismat sem hefur farið fram á Íslandi við virkjun, það sem hefur verið að virkja fyrir raforku, sem hefur stoppað slíka virkjun. Það hefur kannski ekki fordæmi fyrir því. En er það ekki svolítið villandi að það er að láta eins og umhverfismat hafa eitthvað að segja hvort það verði reist virkjun eða ekki virkjun? Nei, það er alls ekki. Það hefur aldrei verið stoppað, það hefur aldrei stoppað virkjun á Íslandi. Helgi, á endanum er það sko sveitafélagi sem gefur út framkvæmdaleyfi fyrir virkjuninni, gefur út virkjanaleyfið og Landsvirkjun hefur sagt okkur það hversu mikilvægt það er að geta haldið áfram þessari nýtingu einmitt til þess að styrkja innviði landsins. Landsvirkjun hefur sagt ykkur það, Landsvirkjun er hagsmunaaðili öðru megin, hinum megin eru þeir sem að vilja ekki sjá þessi svæði fara undir vatn, vilja ekki sjá að þetta verði virkjað, þannig að sé lífríki og annars líf. Er þetta bara þannig að í pólitík er annars vegar eitthvað sem talar fyrir náttúruvernd og hins vegar eitthvað fyrir Landsvirkjun? Nei, ekki misskilja mig. Það er allir sammála það sem að kynna sér málið að það er atriði sem á bara ekkert að fjalla í rammaáætlun. Það á að fjalla það í umhverfismati og þessar mótvægisaðgerðir og hvernig þeim verður mætt. Er allir sammála það, að það sé þannig? Já, þeir hagsmunaaðilar sem hafa komið til okkar. Hvaða hagsmunaaðilar? Þeir sér opinberu aðilar. Ég get nefnt bara Orkustofnun, ég get nefnt Samorku, ég get nefnt Landsvirkjun, ég get nefnt miklu fleiri. En þarna er þetta að telja upp aðilar sem að beinlínis eru í því að virkja. Geturðu nefnt mér, eru náttúrust, já, þeir sem fjalla náttúru umhverfismál, eru Umhverfisstofnun, hafa þeir bent ykkur á að þetta sé aukaatriði? Nei. Ef þú ert með fyrirtækin sem Landsvirkjun sem sérhæfir sig í því að hanna og smíða virkjanir, þá er alveg mjög skiljanlegt að þeir verkfræðingar innan Landsvirkjunar vilji halda áfram að gera það. Þetta er þeirra starf og þetta er þeirra ævistarf. En þetta verður svona sjálfsfæðandi vél sem heldur áfram að mun ekki stoppa nema hún verði stoppuð.